Callum og Alexander í byrjunarliðinu. Þeir komu sama tím og þú, en þú ert ekki með í kvöld. Viltu segja mér af hverju þú ert ekki með í kvöld? Herri, ég var að fara að spila en var með svona smá í hamstringunum og hann sjúkraþjálfarinn vildi ekki leyfa mér að spila, þannig að það voru ástæðan og ekki ástæði fyrir að taka sjansa í kannski fyrsta leik. Nákvæmlega. Og kannski svona rétt áður við förum að reyna að lýsa leiknum. Hvernig líst þér á bara komandi sumar hjá KR? Ég er mjög bjartsýnn. Ég var vona að gangi allt upp og við gerum eitthvað, komum óvart allavega. Það er snilld. Steinþór Freyr, takk kærlega fyrir spjallið. Við ætlum að fara að lýsa þessu ágæta fótboltaleik KR og Þór 2 í Kjarnavatnsmótinu. Takk fyrir. Ég áskil sem að eitthvað sem hafi verið í Það er geggjað ríkur sem ég heyri alltaf aftur. Ég heyri ekki neitt, í alveg. Það er delay og allt, þannig að Hredd Pétur. Já, áhorfendur góðir, fyrir þá sem voru að koma að skjá núna þá vorum við að enda við að spjalla við Steinþór Freyr Þorsteinsson, nýjan leikmann KR sem reyndar ekki með í kvöld. Hann glímir við smávælið meiðsli læri. En staðan 1-0 fyrir KR eftir 13 mínútur gegn Þór 2 í Kjarnavatnsmótinu með sigri tryggir KR sér sennilega efsta sæti í þessu riðli. Nema Leiknir vinni 13 marka sigur eða meira á Þór 2 á laugardaginn, fyrirgefðu. Byrjunarlið KR í dag Aron Dagur Birnusson í markinu, hægri bakvörður er Hrannar, vinstri bakvörður er Baldvin. Guðmann og Callum í miðvörðum. Alexander Trinicic og Almar Ormarsson djúpur á miðjunni og fremstur á miðjunni er Ásgeir Sigurgeirsson, hægra megin Hallgrímur, vinstra megin Daniel Hafsteinsson og Elvar Árni upp á topp. Þannig að KR eru að spila svona fyrstu mínútur í vetur, bæði Alexander og Callum. Og KR liðið mjög sterkt, eins og áður sagði 1-0. Mark KR skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson með glæsilegu skoti fyrir þann teik. Liðið Þórs 2 er skipað ungum efnilegum leikmönnum. Það er af tveimur leikmönnum sem er að fara á landsliðsæfingunum helgina. Það er markmaðurinn Aron Birkir Stefánsson. Það er mjög skemmtilegt að í U19 landsliði karla eru tveir markmenn, báðir frá Akureyri. Það er Aron Birkir og Aron Dagur, rauðangalnir, og standi í sikkurum ramman núna. Og síðan er það leikmann sem við sjáum fremstur á miðjunni á Þór með 15, Guðni Sigþórsson. Hann er einnig afar efnilegur. Þetta er annar flokkurinn að stærstu hluta hjá Þór, eða öllum hluta. Hér er það Hallgrímur með hann. Færir hann yfir á Alexander. Og Alexander tekur á rás stóru skrefin sín, reynir að krossa yfir á Daniel. Daniel nær að vanda haldið sinna og hann gerir það. Og hér kemur fyrirgjöf frá Danna, hún er mjög góð. Elvar Árni ætlaði að lauma sér á fjær en varði með Þórskónum frá. Það var það Baldvin. Og Hallgrímur með skotið sem er langt framhjá og yfir. En að sjálfsögðu er maður með mér í kvöld. Við KR-menn gerum þetta ekkert öðruvísi. Með mér er Pétur Eða Kristjánsson, verður velkominn til leiks Pétur. Já, takk fyrir það. Þú kannski getur hjálpað áhorfendum að fræðast. Ég er búinn að þylja byrjunarlið KR en ég var ekki með neitt yfirlit við byrjunarlið hjá Þór. Kannski segir áhorfendum betur frá því? Já, það er eins og sagðir Aron Birkir í markinu. Hægri bakvörður er Andri Freyr Eiðsson. Bjarki Baldursson og Tómas Árnason fyrirlið eru í miðvörði. Þetta er ekki Hermann Helgi, vinstri bakvörði. Alexander Ívan og Halldór Mar á miðjunni. Guðni fyrir framann. Baldvin Ingvarsson upp á topp. Og svo erum við með Marín og Snær á hægri. Vinstri kantur er svo Aron Kristófer. Sem er búinn að spila held ég alla leikina með aðaliðinu í þessu móti. Já, Aron Kristófer, hvers son er hann? Lárusson. Akkurat. Ára Sigursson. Já, þarna kom tengingin. Já. En fyrir árs fylgdust vel með innkassadeildinni í fyrra þér. Þarna nokkur nöfn í Þórsliðinu sem spiluðu mínútur í innkassadeildinni í fyrra. Það er til dæmis Marno Birgisson. Nei, hann spilaði eitthvað minna. Já, hann tók síðasta leikinn eða næst síðasta, já. Já. Og Trölli náttúrulega miðjunni, Alexander Ívan, hann spilaði einhverja leiki. Akkurat. Búinn að spila einmitt líka leiki í Kjarnavatnsmótinu með aðaliðinu. Akkurat. Þannig að Þórsarar eru með sterkt lið. Hér er Hallgrímur í baráttunni við Marino og Marino dæmdur brotlegur. Þóroddur Hjaltalín er á flautunni í dag og
honum til aðstoðar eru Viðar Valdimarsson hérna nær okkur og svo sýnist mér þetta að vera Bjarni Heiðarsson, eða ekki? Jú, hinum megin. Þórsarar bæja boltanum frá og KM með innkast. Það varð breyting á byrjunum á síðustu stundu þegar Steinþór ákvað að spila ekki, taka enga sénsa og Danni kom í staðinn. Hér er Hallgrímur eiginlega með sama stað, hann skoraði á hann nema þá hitta markið en hann var rétt yfir. Já, eins og Pétur sagði þá átti Steinþór að vera í byrjunarliðinu á KV í kvöld en eins og hann sagði okkur í viðtali hér áðan, hann var að glíma við smávægileg meiðsli aftan í læri og var ákvað að taka enga sénsa. Þannig að Daniel Hafsteinsson kom inn í byrjunarliðið. Daniel búinn að spila mjög vel á þessu móti hingað til. Þetta er síðasti leikur KA í riðlinum. KA var búið að bera sigurorð af Leikni og KA3 en luti í lægra hald fyrir Magna. Og Magni síðan tapaði fyrir Leiknum helgina og það er alls konar svona kúvendingar í þessu riðli en Já, við vorum eiginlega búin að gera okkur líklega til að spila þriðasæti bara á laugardeginum næstu leiki senast. KA2. Við KA2 öllu leikjum. En já, svo komu þessi skemmtileg úrslit á sunnudaginn sem gerði það verkum að við erum í bullandi séns að vinna riðilinn og fara í úrslitaleik á föstudagskvöld. Gegn Þór 1. Þór 1 er búið að vinna hinn riðilinn þó hann sé ekki búinn. Þeir eru með 9 stig og næsta liðið með 4. Hér er Alexander Trinsic, hann með skiptingunni yfir á Hallgrím. Svo styttist náttúrulega að Lengjubikarinn byrji. KA leikur sinn fyrsta heimaleika með minnir á móti Gróttu, frekar en Víking. En það verður fjalla nánar það heimasíðan hérna eftir hér kemur Gríms með krossið með vinstri. Þórsarar slæma fæti í bolta á komunum frá. Já, við erum líka fjallað það í örfréttaþættunum mínum, eða ekki? Jú, ég er nóg á döfinni af Sigurólafs. Já. Hér er Hrannar með krossinn, flottur krossir Hrannari og Danni upp í loftið en dæmdur brotlegur væntanlega eða hvað? Nei, Doddi flautar ekki og Almar með volley tilraun yfir markið. Þóroddur ekki ánægður með hvort, Kallum með hring á hendinni. Hann var ekki að fara að taka til fyrir tuð, það var næsta vist. Nei, Kallum er sennilega einn af þeim leikmönnum sem tuða lítið í dómaranum allavega, á íslensku allavega. Já. Hann segir ekki einu sinni vinsælu 2 orðin sem Bretar segja yfirleitt. Hann er mjög prúður. Já, einstaklega prúður drengur. En þeir komu á sunnudaginn, Kallum, Alexander og Archie. Kallum og Archie voru í Breitlandi og Alexander var í Serbíu. Archie, hann meiddist á æfingu á mánudaginn. Fekk högg á ökklan. Á sinni fyrstu æfingu? Á sinni fyrstu æfingu, já. Æfði ekki í gær, átti að vera í hóp en var tekinn úr hóp í morgun. Já. Þannig að þetta er vonandi bara smávægileg meiðsli. Jara Guðmann með sendingu langa Hrannar nær þessu. Og setur hann inn fyrir, þar Geir í hlaupinu, pressar Tómas. Og Tómas þarf að hreinsa og misheppnuð hreinsun sig fyrir horn, ætlaði hann sennilega að setja þennan í innkast bara. Og þá trukka stóru gæðin sér fram, Alexander, Guðmann og Kallum. Baldvin og Hrannar bakverðin tveir bíða. Hér kemur hornspyrnan og Guðmann í skallan og þetta er beint í hendina á Aroni Birki. Aron Birki með langa spyrnu fram og KA-menn í kapphlaupi tilbaka. Marno Birgisson fær hann hérna í baráttu við Daniel. Daniel gerir vel og kemur þessum upp í loft og innkast. Guðni fær hérna boltan með Alexander í bakinu. Heldur hann vel strákurinn. Gerir þetta ágætlega. Vinnur innkast. Leikurinn fer ágætlega af stað. Já, hann fer ágætlega af stað, það er engin lygi. Það eru liðnar 20 mínútur af leiknum. Og Þóroddur rekur Andra aftar. Og innkastið kemur hér, þar á Guðna. Guðni óopinn færni í hnéð þarna og ótaf. Það er sendingin aftan á Aron Dag.
Aron Dagur út á Hrannar. Og Hrannar tilbaka á Guðmann. Og þá er það Baldvin hérna hinum megin og Alexander Trinsic. Og Trinsic krossar honum yfir á Hrannar. Hrannar tekur vel á móti honum. Sér Almar tilbaka. Káamenn að láta boltan vinna ágætlega núna, hreyfa boltan vel. Reyna að finna glufur á Þórsliðinu sem að fýtur aftarlega. Og Baldvin. Og Elvar Árni í lappir. Elvar Árni nær að snúa og fær hann að pressa á sig. Vinnur undan boltan aftur eða hvað? Nei, Marin og Snær losa fram. Þannig kemur Aron út í markinu. Aron á Kallum. Ég verð að viðurkenna, ég er svolítið svekktur með að annarflokkurinn Þór spila ekki sama kerfi og meistaraflokkurinn. Eru þeir að spila annað kerfi? Meistaraflokkurinn hefur verið í svokölluðu 3-5-2. Já, það var Lárusson tók við. Já. Eða þeir hafa verið aðeins verið í tilraunastarfsemi en hafa núna verið síðustu leikjum í 3-5-2 sem ég finnst mjög skemmtilegt og ég átti von á því að annarflokkurinn myndi spila. Þetta var laglega byltan. Þetta er ekki verið gott. Ekki vissum hvor var brotlegri. Dotti flautaði ekki þannig að hann hefur bara flaggað hornspyrnu. Sýndist hann hafi getað dæmt í báðar áttir sko en hann hefði ákveðið bara að gera ekki neitt og dæma hornspyrnu. Þetta var Ásgeir og Tómas sýndist mér. Já. Vonandi sé lagi með þá. Og það var Daniel sem tekur hornspyrnuna. Kemur krossinn og það er Guðmann aftur. Þarna á Guðmann að Þarna á hann að gera betur. koma svo á markið sýnist mér. Og Aron Birkir snöggur að taka markspyrnuna. Og það er Hrannar í kapphlaupinu og hann væntanlega reynir að koma aftur á Aron Dag. Það er mikill hraði í framlínunni og við verðum að passa þetta. Já, þeir eru snöggir að koma og ungu strákarnir hjá Þór eru öskufljótir fram. Það var Baldvin sem kemur honum hérna fram völlinn og innkast á Þór eiga. Halldór miðjumaðurinn hjá Þór var að kvarta hérna við Dodda að Guðmann hefði brotið á sér inn í teig. Doddi flautaði ekki og Doddi rekkuði aftan með innkastið. Þetta gæti verið vandræði, hann Baldvin Ingvarsson, hann að 11 frammi hjá Þór er öskufljótur. Öskufljótur. Og hann gæti strítt Kallum og Guðmanni aðeins. Það var Baldvin Ólafsson með innkastið. Og Daniel fær 2 menn í sig. Finnur svo Almar á miðjunni. Almar með smá tíma, aftur á Kallum. Kallum yfir á Guðmann. Nú eru Þórsararnir frekar framalega, geta K komið kannski aðeins hraðar. Það er Hrannar hægra megin. Guðmann tilbaka aftur. Og Guðmann inn á Daniel. Daniel tekur mjög vel á mót honum. Það er enga hjálp hins vegar, eða hvað? Jú, Hrannar er kominn. Hrannar á Alexander og Alexander aftur inn á Hrannar eða hvað, sendi ekki missetnu og Þórsararnir á boltanum. Halldór með hann á miðjunni. Þetta er hreinsað fram á miðjunni og það er Almar sem verður fyrstur á vettvang og hirðir upp lausan bolta. Kallum út á Hallgrím. Hallgrím hefur verið rólegur eftir að hann skoraði markið hérna 50-50 boltinn. Almar á undan og fær brot. Hann notaði alla sína reynslu við þetta. Þetta sáum við ofta Jóa Þóróls daginn. Já. Hann fekk smá touch og hann fljótti niður. Snöggur niður og nýtti sér það að dómarinn flautaði. Já, þetta kallar maður reynslu. Já. Og það er Hrannar út í hægra megin. Og inn á miðjuna á Daniel og Daniel út á Almar aftur. Almar væntanlega yfir á Baldvin. Baldvin út á Hallgrím. Kemur Hallgrím með smá pláss til að fara 1 á 1. Gerir það. Og Hallgrím með krossinn, hann er lár og það er Bjarki sem reynsar burt í vörðinni á Þór og upp í loft. Upp í eigið loft? Upp í loft. Upp í loft. Það er að innkasti hjá Baldvin. Það er á Hallgrím en það er Andri, snöggur. Og hann reynir að senda hann inn fyrir og það er Guðmann í kapphlaupi við Baldur frammi. Baldvin Ingvarsson. Baldvin, afsakið. Aron með tíma í teignum. Setur hann yfir á Kallum. Pollur Ólafur Aron. Kallum og Almar. Svona hér til upplýsingar. Held ég að við þjálfa alla hérna inn á vellinum í Þór þegar voru í fjórðarflokki, nema 4. Það er þá væntanlega 4 elstu eða eitthvað? Eða einhverjum sem komu? Guðni var náttúrulega á Grenivík. Já. Hermann Helgi er ungur. Bjarki, hann er aðkomumaður eða ekki, held ég. Og Andri er ungur líka.
Þú er ekki stilt upp í það kerfi? Nei, ég hef ekki stilt upp í það kerfi. Allir Krissi þekki það ekki vetur. Krissi er alveg nýkominn heim frá Noregi, aðstoðarþjálfari meistaraflokks og tók við öðrum flokk. Akkurat. Og verður vonandi fyrir þá spilandi aðstoðarþjálfari. Já, mikill styrkur ef hann verður spilandi í sumar, engin spurning. Og náttúrulega Kristjáni til aðstoðar er Raggi Hauks, Ragnar Hauksson. Kristján spilaði einmitt með K.A. eins og margir muni eftir. Áður en hann fór út í atvinnumennskuna. Hér er Guðni, hann er flinkur. Baráttan með Baldvin virðist hafa betur. Já, hefur betur. Pínu að drolla með boltan þarna en losar hann fram á Daniel en Halldór kemst inn í sendingun og þetta er innkast. K.A. Hallum flýtur boltan yfir á Guðmann. Og Guðmann út á Hrannar, nei, út á Ásgeir. Kemur Hrannar í overlappið og Hrannar fær hann út á kantinum. Spurning hvort að K.A. með fyll á boxi og Hrannar reyna að krossa. Hér kemur Hrannar með krossi með vinstri. Þetta er flott að krossa Elli inn í. Þetta er skallað aftur fyrir og hotspinnan sem K.A. menn eiga. Elvar Árni sterkur í loftinu. En hann komst varnarmaður Þórs inn í sendinguna og skallaði hann aftur fyrir endamörk og hotspinna. Það er Grímsi sem ætlar að taka spyrnuna. Hún kemur hérna og hún er á næstöngin og Aron Birkir kýlir þennan frá. Daniel vinnur hann af Marino og Hallgrímur gerir ágætlega, vinnur sér smá tíma. K.A. er ennþá með alla stóru mennina á bóksinu. Grímsi krossar yfir á bróður sinn. Hrannar hefur verið sjónhættur í krossunum á undirbúningstímabilinu þar sem af er. Hér kemur kross. Oft kallaði silfurfóturinn. Silfurfóturinn. En nú koma Þórsararnir hratt á K.A.-menn. Það er stungið inn og það er Guðni í kapphlaupinu við Almar. Þessi bolti sem laði svo langur og hann er út af. Gaman að segja frá því að á föstudaginn munu sennilega allir ferða saman. Guðni og Aron Birkir og Þór og svo Aron Dagur, Daniel og Bjarni Aðalsteinsson frá K.A. á landsliðsæfingar. Já. Það er allt útlit fyrir verkfall flugfreyja og aldrei vita nema þeir félagarnir keyri saman bara. Það væri stemming. Það væri stemming. Þeir eru allir að spila í dag nema Bjarni. Þannig að það getur alveg rætt leikinn. Já. Vona að tuði í pabbanum heyrist ekki hérna upp í Já, hann er eitthvað útsendingunni hjá okkur. Ítöndi það að Arsenal séu góður í fótbolta. Já. En smá misskilningur hérna hjá K.A. Alexander Hansson seinni tæklingu. En Þórsararnir halda honum. Og hér kemur sendingin yfir, skipti yfir á þeim. Andri. Hallgrímur vinnur hann á honum. Grímsi gerir vel og finnur Baldvin tilbaka. Baldvin pressu. Klaufald hjá Baldvin, Marino Snær í baráttunni. Baldvin vinnur hann aftur vandanavaxinn. Þetta er út á miðju, þetta er hann Alexander Ívan og Elli vinnur alla leið tilbaka og gerir vel hann. Lítið um ófæri hingað til. Markið hans Grímsson fyrir utan teig og kannski ekki svona dauðafæri ennþá. Nei, það var bullandi aksjón í þessu fyrstu tímuna áður en við fórum í loftið og þá hefur það getað sett 2-3 mörk. Svo hefur þetta aðeins róast. Þórsararnir hafa aðeins náð meiri skipulagi á leiksinn. Hrannar gerir mjög vel að halda þessi minna og þetta innkast fær hann meira þess að nei. Gamla góða sko línuvararreglan ef þú ert með flaggið í vinstri. Núna tekur hann smá kast. Tekur svona segir örugglega falleg orð. Við Bjarna nágranna sinn, þeir eru aldrei upp á svipum slóðum eða ekki? Og Húsvíkingar. Þetta eru Húsvíkingar eða Þingeyingar hérna hana. Ótrúlega mikið af Húsvíkingum með hvað Húsvíkingar er ekki stór staður. Einhverjum sem fullur mikið. Hér er það innkastið og Hallgrímur með hann fyrir utan teginn og hælsendinguna, Elli gerir vel, tekur á móti honum en þetta er skot beint í Bjarka en nú er frá Ásgeir út í teignum, leggur hann á Hallgrímur með hálf misjafna sendingu. Ekki segja sendingu bara. Og Ásgeir, hann getur hann á fjær og það er Elli! Ég veit ekki alveg, hann tegði sér fyrir að tegja síðan en þetta var dauðafæri. Þetta var dauðafæri. Og út af krossum frá Geir að fá fram hjá Aron í markinu, það var opið mark. Það var enginn í markinu. Þetta var mjög góður kross hjá Geira.
Það var Aron Birkir sem ætlar að spyrna frá marki. Það spurning hvort að Alexander Trínsins haldur uppteknum hættu og tappi ekki skallaði mig. Hann fær nú ekki sénsinn í þennan. Marno reynir að finna Guðna en finnur Baldvin í staðinn. Og Callum upp í loft og innkast. Marno sem kemur á vettvang, það sé langt innkast í vændum. Já, miðað við það að hann er hægri kantmaður, það er haldið að bakvörðurinn væri að taka innkastið en ekki Marno, en Marno ætlar að nýta alla 1,5 metrin sem hann Boginn gefur okkur. Hirkjum við það er langt inn á teig, þetta er beint úr smiðju Arnórs Einars sýnt mér. Callum vann þennan skalla, Þórsararnir báðu vítið en fengu ekki. Þá er það Hermann Helgi með sendingu ver. Já, baráttan hérna upp í vinstri horninu og þetta Grímsi klókur og hérna opna klofi og fær innkast í staðinn. Kemur Baldvin með innkastið á Alexander en þetta gunur Marno Snær, vel gert hjá honum. Og Callum á Guðmann og Guðmann út á Ásgeir. Og nú getur Ásgeir nýtt hraðan. Það er að koma sér aftur fyrir boltann og þá með allt á völli fyrir fram að sig. Geiri finnur Danielinn fyrir, þetta er ágætt sending, aðeins og löng kannski, en Tómas tæklar hann og þetta er hornspyrna, eða hvað? Nei, þetta er markspyrna, Dotti vissi sinni í sök. Þetta vera rétt. Það tæklar hann í Danna aftur. Dotti vel staðsettur. Ekki mikið mótmæli á hana. Nei. Kannski hefði verið annað þetta verið Elvar en ekki Danni sem var í kapphlaupunum. Danni er náttúrulega kjúklingur. Junior. Aron Birkir með markspyrnuna og Baldvin fer upp í loftið við Marino, en Marino vinnur þennan, Marino sterkur í loftinu en Þórsararnir ná ekki að klára sendingarnar hérna og brotið Alexander. Baldvin breytti honum. Snöggir að taka þetta. Þá er það Ásgeir, tilbaka Hrannar. Nýsefnir sending hann inn fyrir hjá Alexander og þetta fyrir beint á Aron í markinu, Bjarki með hann í öftustu línu fyrir Þór. Fyrst hann yfir á Tómas en Geiri kemur í harða pressu þarna, þannig að Tómas þarf að losa hann fram, finnur þar samherji eða hvað, hann fer niður og aukaspyrnan dæmd á Hrannar, ýtti hann í bakkið á vinstri kantmanni Þórs. Kemur aukaspyrnan, Alexander Ívan yfir á Marino Snæ, Marino út á andra, Baldvin kemur svolítið út úr stöðu til að pressa hann og Grímsi býður í staðinn. Elvar í mikla pressa á Bjarka, Bjarki þarf að losa hann fram og það er Hallgrímur undan. Hallgrímur með mikinn tíma núna á boltanum, finnur Almar hægra megin, Dotti Hjaltalín fyrir en Almar var greinilega vanur í hindrunarhlaupi. Þetta var svona... Þetta var hlýtur auðvitað spjaldi á. Já, þetta var Almar datt fram fyrir sig á boltan og hérna Halldór miðjumaður Þórs sjá sig knúinn til að kippa löpunum undan og uppskar réttilega gult spjald. Við sjáum að varamenn Þórs og KR eru farnir að hita upp. Spurning hvort við fáum einhverjar breytingar fyrir leikhlé en það eru 10 mínútur til hálfleiks. Á bekknum hjá Þórsurum eru Ingólfur Hannesson, Sævar Þór Fylkisson, Birkir Már Hauksson, Hafsteinn Ingi Magnússon, Sölvi Sverrisson og Aðalgeir Axelsson, ungir strákar. Skemmtilegt, Ingólfur Þór Hannesson er einmitt bróðirinn Jóhanns Helga Hannessonar. Já. Og Hafsteinn Ingi Magnússon er bróðir Krilla Lapparinnar Magnússonar. Já, Kristján Steinn sem að hefur gert vart við sig á Twitter undanfari. Já, sem var ekki eignast að vinni ekki á brekkunni allavega. 600 megin. Hjá KA er Sörðjan Rækó á bekknum ásamt þeim Ólafur Aron Pétursinni, Davíð Rúnar Bjarnasyni, Kristófi Pál Viðarsinni, Ívari Árnasyni og Áka Sölvasyni. Áki er mitt markahæsti leikmaður KA 1 og 2 í mótinu. Já, hann er markahæstur í báðum riðlum. Báðum riðlum. Það er búið að vera mikið spjall það hvernig það verður þegar það verður valið markahæsti. Það fær ólíklega 11 mörkin skráð á sig í markahæstilum en... Já, það er mjög fróðlegt að spá í það og kannski ennþá skemmtilega að pæla eins í að við vorum að nefna 5 flotta stráka frá Akureyri sem eru á leiðinu suður á landsæðingur helgina en engin Áki. Engin Áki og hann skoraði með 5 mörk miðvikudaginn síðasta. Þar var við 19 þjálfarinn að horfa á. Spurning.
Nú þekki ég kannski bara, ég er ekki alveg nógu fróður, hverjir eru þarna fyrir í U19 hópnum? Hverjir eru að keppa um stöður? Nei, hann er að keppa við allavega einn veit ég framherja sem er svipaður hann sem allavega skora mörk. Já, gríðarlegt markanef. Já, sem er með markanef. Nú kemur Aron Birkir út á markinu og þessi fer fram fyrir og Callum í skallabaráttunni við Marino og vinnur hann. Hallgrímur fær mann í bakkið en finnur Almar. Almar þarf að taka hann niður, fær 2 Þórsar í sig og vinnur innkastið. Þá kemur útibússtjórinn Baldvin Ólafsson á vettvang, tilbúinn að taka þetta innkast. Hann er eini leikmaður K sem heldur, nei hann og Daniel Hafsson sem halda sæti sínu í liðinu frá því síðasta leik. Leiknum K3? Já, það er mjög sérstakt að vinna 8-1 og það er 9 breytingar að gerast. Hér er Baldvin, hárrétt, þetta er ekki beint þjálfarafræðin sem maður þekkir. Þetta er ekki þjálfarafræði 101 allavega. Takast á tryggingarmennirnir, Baldvin hjá Sjóvá og Þóroddur hjá Vís. Það er hatrumbaráttu þar. Það er hatrumbaráttu þar, líkt og annars staðar. Nú fekk Baldvin hins vegar innkastið og hann kastar á Alexander Trinsitt sem fær Baldvin Ingarsson aftur í bakkið. Það er Hrannar og Ásgeir á Alexander. Alexander er smá tíma, Guðni kemur í létta pressa á hann og Ásgeir aftur hægra megin. Hrannar býður sig, fær hann og finnur svo Ásgeirinn fyrir en það er vel staðsettur varnarmaður Þórs. Og það er aftur innkastið upp á Ásgeir og nú er Ásgeir hátt pressaður, snýr á hann og nýtir svo hraðan gríðarlega snöggu Geiri. Og það er Tómas sem hreinsar þennan í Geira aftur og Þórsar er innkast á djúpt á eigin vallarhelmingi. Mikið efni hann í miðurunum, Tómas Örn. Já, hann er feikjöflugur. Hann er með einn sem fekk mínútu í fyrra, minnum mig, hjá innkassadeildinni, lok tímabils. Já. Ég man eftir honum að ég sá hann hérna í mjög frægum bikarleik K.A. Þór í þriðarflokki fyrir 2 árum síðan. Já, þar sem hann fór mikinn. Já. Lét finna fyrir sér það allavega. Já. Það er Hrannar. Hann sjáu þarna, hann hefur ekki hæðina með sér en hann hefur viljan alveg. Klárlega viljan og sterkur. Það er Guðni Gíri vel þarna, snýr á 2 K-menn og finnur Alexander sem setur hann inn fyrir og þar er Marino í baráttunni Baldvin. Baldvin Gíri vel, nær með þess að skalla hann aftur fyrir sig og þar er Daniel. Daniel duglur að koma tilbaka og sækja boltann. Danni finnur Hallgrím mjög vel gert og Marino hélt svona létt í Danna. En Danni losaði sig bara og kemur hérna seinni bylgjunni í sóknina, Geiri 1 á 1. Verið inn að fara á vinstri, finnur Elli aftur á Geira og Geiri með sendinguna. Það er með þess að Geira að klára þetta markið. Rendur sér fyrir, vel gert. Við þurfum að fá Geir í gang. Já, klárlega. Hann er ekki kominn á markalistan í mótinu þannig að spilaði ekki á móti Leikni og skoraði ekki á móti Magna. Nei, ætli ég sé ekki að rugla hérna, já. Hann skoraði örugglega á móti Dalvík hérna fyrir jól í leiknum sem við sýndum, 8-1 eða 7-1 leiknum. Já, Ásgeir er náttúrulega einn af þeim sem hélt sæti sínu líka, hann byrjaði á móti í síðasta leik. Og það er Ásgeir sem skallar móti Teig, það er Alexander. Alexander aftur út á Ásgeir, þetta er þröngt, kemur krossinn enginn inn í fyrst að Alexander var komin hérna niður til Geira. Og Marino dundrar þessum fram og það er hlaupið eftir þessu. Callum aftur á Aron Dag og Aron Dagur á Guðmann. Það er allavega gott fyrir miður okkar, þeir munu hafa eitthvað að gera í svona leik, það er klárt. Klárlega elta alla bolta þarna niður. Alexander og Baldvin smá misskilningu þeirra á milli, veit ekki hvernig ég á að setja þetta á. Halldór miðjumaður Þórs með sendingu fram og ennþá pressar Baldvin Callum. Þetta hefði verið Skæðarblaðs steinn í reit. Það sendi ekki upp að þessa, hvort það fara inn í. Þá var það Marino Snerri að taka annað langt innkast og núna er hann að koma inn á milli áhorfendabekkja, hann hefur lengra tilhlaup. Já, hann aðeins lengra. Þannig að spurning hvort það er ná honum ef áhorfendur geta séð Guðmann hérna inn í miðjum teignum. Ég giska hann koma á hausunum bara á Guðmanni. Nei, það er Alexander á Hallgrímur hittir hann ekki alveg nægilega vel, þannig að það er Andri sem tekur hennar niður að reyna það. Og Elli með sendingum fram og Danni kemur í pressuna og Danni mitt væti að þeir sem var að kljást við Tómasi sem fræga þriðjaflokksleik sem ég nefndi áðan. Og hér er Aron Birkir með en lága sendingu, þetta vinnur Almar en Alexander Ívan í baráttunni. Dotti flautar ekki en Alexander Trín situr eftir á vettvang. Og Hallgrímur horfir, sér Geir á fjær, Geiri með Alexander úti og Alexander getur skotið, við vitum það. Hættir við. Reynir að finna pláss fyrir Geira en smá misskilningu eða hvað, nei Geiri heldur hann inn á. Og hér kemur krossinn og þetta er hornspyrna. K.A. Fyrir þá sem er að koma að skjánum að
41 mínúta liðin á leiknum, rétt rúmlega. K.A. 1-0 yfir. Það var Hallgrímur Steingrímsson sem skoraði mark K.A. eftir 5 mínútna leik. Það er Daniel Hafsteinsson sem býst við að taka hornspyrnuna hérna fjær okkur sem fyrr. Og spyrnan kemur hér. Hún á fjárstöngina, fór aftur fyrir og þetta er markspyrna. Bjarni með allt á kristaltæru þarna í línunni, á línunni. Hann er að koma tilbaka í dómgæsluna eftir frí. Hann lagði flautuna og flaggið á hilluna í fyrra. Við fögnum því. Við fögnum því. Bjarni engar að viðkunnulegu náungi. Já, og það vantar bara fleiri í þetta starf. Já. Spyrna frá Aroni Birki og það er Geir í skallaborðinni. Þórsarnir hafa betur Guðni, fær væntanlega brot, já. Það er aðeins á mörgum skallaboltum finnst mér hann. Já, sammála því. Þórsarnir hafa verið eiginlega bara ansi duglegir að hoppa upp í okkar menn og þeir eru ekki að hafa þetta á hæðinni, Þórsarnir. Nei, þeir eru það ekki, það er á viljanum. Það var Alexander. Alexander spyrnumaður góður. Já, spurning hvort að láti vaða á félaga sinni í markinu, Aron Daði Björnsson. Það er gott að koma sendingin inn. Hér kemur Alexander með spyrnuna, þetta er sending og það er Aron sem grípur vel inn í. Og þá kemur kast fram á Hallgrím, Hallgrímur fær strax pressa á sig, næri ekki alveg til hans eða hvað. Elvar fær mann í bakið, Elli sterkur, notar allan styrki sinna þarna, vel gert hjá Elvari. Og aukaspyrna dæmd á Þór. Nú voru tveir hérna baráttunum Elvar. Doddi flautar svo hátt að það syngur eyrun á mér. Baldvin með sendinguna aftur, Aron Dagur þarf að sækja þennan. Á Guðmann. Og Þórsarnir stilla sér upp, sýnum vallarhelmingi í varnarstöðu. K.A.-menn hafa átt mjög erfitt með að finna glufur á leik Þórsara núna eftir fyrstu 10 mínúturnar. Já, það er þetta færi hjá Elvari sem... Já, skallafæri hjá Elvari. Já. Og svo Hallgrímur fær Baldvin í óvilappið, Hallgrímur á miðjun og Almar. Almar Hrannar kallar á hann, vill fá hann út á kantinum og hér kemur boltinn. Frábær bolti og frábær móttökur Hrannari, en krossin ekki nógu góður. En Þórsar hreins í innkast. Hrannar búinn að vera mjög líflegur eins og við töluðum hérna áðan í undanförnum leikjum. Duglegur að koma upp og koma með krossa. Já, hann er búinn að vinna mikið í fyrirgjöfuna sínum. Já, móttökum og fyrirgjöfum. Hann er... Hér er það Almar sem kemur og fær boltann hjá Hrannari. Hrannar 1 á 1. Reynir að koma sér í fyrirgjöfastöðu og hér kemur sendingin inni og þetta er hornspyrna. Styttist í að Doddi Hjaltalín frá til hálfleiks, hann er þarna með flautur í munnunum og klukkan slær 44:20 alla klukkan. Já, styttist í hálfleik, það er spurning hvort að útlendingarnir báðir fari ekki út af hálfleik, mér finnst það líklegt. Já, mjög líklegt, það er náttúrulega nýkomnir til landsins og lítið æft. Já, það er með þess að... Hér er það hornspyrnan og hún er á Baldvin á fjær og Baldvin í baráttinu. Aron Birkir loka vel og það er unnið hornspyrna. Þetta var svona ómæntur bolti á fjárstöngina, það voru tveir sem misti á hann sýndist mér og Baldvin fyrstu til að átta sig og Aron Birkir lokaði mjög vel. En Baldvin var aldrei að fara að skora þarna úti, hann skorar ekki ljótmörk. Nei, hann skorar bara mjög falleg mörk. Það finnst Aron Birkir taka með svona handbolta, splittaði niður í hornið og hendurnar á eftir. Og hér er það þá Hallgrímum, nei Daniel með hornspyrnuna hérna megin líka. Hún er á nær og Geiri, þetta er skallað aftur fyrir, Geiri náði ekki að sneiða hann svona eins og hann ætlaði sér. Og nú koma Þórsararnir, Aron snöggur að taka þetta og dundar honum fram og það er hlaupið og það er flautað. Og það er kominn hálfleikur. Herru, við munum allan að sjá eina breytingu í hálfleik. Engin spurning. Ólafur Aron er að koma innan fyrir, ég reikna með það með Alexander og ég reikna með að Callum fór út að líka og Atli Davíð kom ekki inn á. Ætli það sé ekki mjög líklega breytingar en ég og Petri ætlum að fá okkur smá kaffi. Spjalla við Jón bróðir hérna niðri, hann var að koma í hús. Við sjáumst eftir 10-20 mínútur. Þegar ég byrjaði viðtalið við Steinþór og svo óþægilegt að þið heyrði alltaf í mér sko sekúndu eftir. Þannig að ég var alltaf högt að geta í upp. Þú tók hljóðið af sko kamerunum og það var að hafa Bergman búinn sendið með það sko. Ég hætti það því að Bergman hætti það þegar þú fannst feedback í það. Hvað var það?
Já, verið hjartalega velkonir aftur að viðtækjunum áhorfendur góðir. Framöndan seinni hálfleikur í leik K.A. og Þórs 2 í Kjarnafæðismótinu. Staðan 1-0 fyrir K.A. menn. Það er 3 breytingar á liði K.A. Ekki 2 eins og nefndum áðan. Inn að koma í miðvörð fyrir Callum Williams, Dagur Rúnar Benediktsson. Í vinstri bakvörð fyrir Baldvin Ólafsson, Ívar Örn Andersson. Og djúpur á miðjuna í staðinn fyrir Alexander Trinicic, Ólafur Aron Pétursson. Nákvæmlega. Breytingar á liðunum hjá gestunum leikmenn númer 3, Callum Williams, númer 20, Alexander Trinicic og númer 2, Baldvin Ólafsson sem koma út af. Inn í þeirra stað koma leikmenn númer 16, Davíð Rúnar Bjarnason, númer 21, Ívar Örn Árnason og númer 4, Ólafur Aron Pétursson. Þór kemur út leikmann númer 18, Andri Freyr Eiðsson og inn í hans stað leikmann númer 19, Birgir Már Hauksson. Andri Már Eiðsson fór út hjá Þór, hægri bakvörðurinn hérna sem var nær okkur og Birgir Már kemur yfir í vinstri. inn í vinstri bakvörðurinn, þannig að Hermann Helgi fer í hægri. Andri Freyr mitt sonur Eiðs Pálmarssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóri Þórs. já. Efnilegur strákur. Efnilegur strákur þar á ferð. Davíð kominn við boltann í fyrsta sinn og sendir hann yfir á Guðmann. Guðmann skeiðar upp völlinn eins og svo oft áður. Aron Hrannar með Ásgeir í hlaupinu. Ásgeir reynir að halda sig innan rangstöðu línunnar fyrirgefið. Hrannar, Danni kallar á hann á teig, Hrannar býður, reynir að snúa. Finnur Geira, Geir reynir að snúa líka, vel gert. Og Hrannar með Geira með sér áfram og reynir að potta honum inn fyrir hann. Þetta les nýinn kominn. Nei, þetta var Alexander Ívan afsakið. Við las þetta, gerði vel. Ólafur Aron byrjar á því að fara hressilega í Guðna og svo Ásgeir og þetta hefur ekki verið gott. Alexander Ívan, eða Trölli, hann kallaði ekki alltaf ömmu sína. Nei, eins og við sáum hann það. greinilega ekki Ásgeir Sigurgeirsson. Nei, sérstaklega ekki hann. Þótt að hann sé ömmulegt hár, hann gerir. Og Dotti spjaldar hann. Þannig að það eru konum 2 með gult spjald. Það sýnist Guðmann. Miðjumenn 2, Lexi og Dóri. Já. Þetta nexli Ívar Örn Árnason ekki að fara fram í Það eru fáir sem að hafa, já, mikil segul í hausnum. já, oft er svo boltinn sogist að hausnum á honum. Enda held ég hann hafi skorað að ófá mörkin í mótinu. Já, bara Hallgrímur með spyrnuna, hún er aftarlega í teginn og þetta er skallað upp í loftið. Guðmann er bara þurr með Guðuna. Þeir eldur og grátt saman hérna í æfingarleik eftir fríjólinn. Og Aron Hrannar tekur einn á, finnur svo Hallgrím út í hægra mér. Grímsson getur krossað aftur, Geiri kemur í hlaupið, þetta er flott hlaup að Geira og hann er í baráttunni. En Þórsararnir gera vel og þetta er komið, Bjarki kemur þessu frá. Sendir hérna á sveitungsinn, Steingrímur Örn Eiðsson. Þeir eru báðir frá Siglufirði, Bjarki og Steini. Glæsilegir menn. Glæsilegir menn báðir. Og það er Hrannar á bróður sinn. Hallgrímur með mann í bakkinu, lítinn tíma eða gerir vel, snýr á hann, finnur sér tíma. Og Elvar út að Hrannar hægra megin, nú þarf að koma hann að fylla bóksið, Hrannar krossar, þetta er á fjær, þar er Danni. Danni með frían skalla en Aron Birkir vel. Gríðarlega vel spilað. Já, mjög gott og Danni gerir líka vel að vinna sér hann fría skalla. Danni náði líka bara þokkalega skalla á markið með að við það var svona í kyrrstöðu. Já. Þetta gerði Davíð vel í baráttunni við Baldur. Baldvin. Alltaf eitt svona í hverjum leik, Petti, sem að ég helst framirinn sem að ég kalla bara annarkvort Pálmi eða Pálmar eða Baldur eða Baldvin og ég er búinn að gleyma núna strax hvort hann heitir Baldur eða Baldvin. En Elvar Árni kominn í... Hann heitir það sama og okkar leikmaður. Já, Baldvin. Og það er Grímsi á fjær og hann er skot og þetta er frábærlega varið hjá Aroni. Grímsi gerði þetta mjög vel að koma sá markið niðri. Aroni, hann er góður í þessu, hann er ótrúlega fljótur niður og... Já, og líka það sko, Aroni er að koma í hlaupinu af næstöngina sem krossin kemur og beint yfir, þetta er vel varið. Ólafur Aron býr sér í stutt horn. Og þeir taka stutt horn, Ólafur Aron, Þórsararnir lengi átta sig, Aron fær nógan tíma á boltanum og Aron Birkir grípur hann í þennan á síðustu stundu og dundar honum fram, þetta er væntanlega... Við höfum séð þessu öðskvæmt áður. Já, og Ívar kemur þessu og Frimmi, afsakið Ólafur Aron, kallaði Frimmi. Já, máttu ekki kalla hann Frimmi í útsendingunni? Jú, ég hlýta með að kalla hann Frimmi í útsendingunni, bara kannski fólk veit ekki hvað Frimmi er, en Frimmi er Ólafur Aron Pétursson. Þú ert búinn að segja núna. Það er Hrannar, Ella í lappir. Elvar Árni inn á Danna. Danni aðeins og fastur bolti. Góð hugmynd, gott hlaup. En til að útskýra Frimma þá er það náttúrulega í höfuð á Emmanuel Frimpong. Leikmanni Arsenal fyrrum. Já, einum uppáhalds leikmanni Ólafs Arons. Aron mikill Arsenal maður.
léttir svo Maggi Sigurðarla. Það er Ívar Örn sem setur hann í beint í Danna hana. Og tilbaka á Davíð Rúnar. Davíð Rúnar á Aron og Aron tilbaka á Guðmann. Og Guðmann finnur Hrannar hægra megin. Hrannar með svona svolítið mikið pláss hérna, 1 og 1. Ákveður að fara ekki á hann, heldur finnur Guðmann tilbaka. Ólafur Aron biður hann á miðjunni. Kemur skiptingin yfir á Hallgrím en hún er aðeins stutt og Marino þarf að skalla hann og þetta er hvað? Hornspyrna, Doddi sá þetta. Já, Doddi leit á línuvörðinn sem gerði ekki neitt, en Doddi tók þá bara ákvörðunina. Já, mér sýndist línuvörðinn ekki við að það vera komin í línuna kannski. Nei, en Dodda líður líka vel að taka ákvörðunir. Hallgrímur ætlar að taka þessa spyrnu. Ólafur Aron býður fyrir utan í sníkjunni og Guðmann, Daniel og fleiri konur inn í box, Davíð Rúnar. Og margir inn í marktegnum, hún kemur spyrnan á nær og það er Ásgeir sem á að flikka honum en nær ekki alveg til hans. Aron aftur út á Hallgrím og Hallgrímur tekur skærin sín og vel gert hjá Grímsa, mjög flinkur með boltann, hættir þá fjær og það er Elvar og Daniel með tíma, misskilningur og nú koma þeir Birkir, Daniel pressuna og það er Hrannar sem vinnur hann að Baldvin, vel gert hjá Hrannari og Ívar Árna. Þetta er nú bara fyrsta sem klikkar hjá Daniel í leiknum. Já. Ekki oft sem hann sér þetta. Það var Ólafur Aron með hann. Settur hann á Guðmann. Almar fær hann frá Guðmanni. Og Hrannar kallar á að Almar vill fá boltann. Sér okkur opnur hérna, Elvar, en vel unnið hjá Alexander. Og Aron Péturs mætir hann í tæklingu, þannig að Alexander þurfti að losa hann fram og hitti ekki á mann. Guðmann. Og yfir á Davíð Rúnar. KA-menn í öftustu línu, reynslu miklir. Og þá er það skallað og Þórsararnir framlengja þennan síðan í innkast sem KA á. Hvernig er það, Sigurður, ef að Þórsararnir jafna þetta þá þurfum við að treysta á hægsta úrslit í öðrum leikjum, eða ekki? Jú. Þannig að þá getur Magni náð okkur, eða ekki? En við náttúrulega erum með markatölun okkur í vel. Leiknir getur komist yfir okkur þá, eða við vinna síðasta 13 marka Sigurður. Ekki ef við gerum jafntefli. Nei, ef við vinnum, Já, þá geta leiknir ennþá náð okkur. Við erum jafnir leiknir stig. Já, á markatölu. Já, og þeir geta ennþá náð okkur þá á markatölu. Það er mjög ólíklegt. En þá er það sem leiknir spila við Þór 2 á laugardaginn. Það er allt takt í þessum bolta, 13 marka sigurmenn hafa alveg farið í slíka... En Þórsararnir Þór 2 er bara flott lið, Klárlega. skiplaður og þéttir, þannig að ég efast að leiknir eftir 13 mörk á. Já, annars að þeir svari. Og hólíklegt. En jafntefli þá getur leiknir komist yfir okkur. Já, bara með sigri á Þór. Guðmann með erfiða sendingu aftur á Aron. Aron teknískur og losa þennan fram. Þannig að það var mjög flott að fram á öðru markinu inn hérna. Já. Og Tómas gerir vel miðvörðurinn. Aron tekur touchið að hann. Þarna held ég að Frimmi sé að sleppa vel. Já, mér fannst þetta svona frekar ásveitingur á þessu. Já, kannski til henni nýkomin inn á. Hér kemur spyrnan. Það er Aron sem ætlar út í þennan. Gerir vel, grípur inn í háréttum tíma. Og finnur svo Hallgrím með lappir. Grímsi fram á Daniel. Daniel tekur vel á mót honum. Fær 2 menn í sér enda, nei. Snýr hann á miðju. Og sér Ásgeir alveg á fjær. Ásgeir með sendingunni, Elvar, þetta er glæsilega spilað og Elvar þarf að klára þetta. Sem hann gerir ekki. Nei. Bjarki bjargaði línu. Skotið ekki alveg nógu fast en hann fór fram hjá Aron Birki en Bjarki náði að... Frábær sending frá Danna og Geira líka. Frábær skyndisök bara. Og góð sending á Grímsa líka upp. Já, þetta var eiginlega... Og Aron greip vel inn í henni í markinu. Þetta var bara frá bottom to top, bara vel gert. Þetta bara finnir sig vel að. En það er Hrannar kominn og hann krossar í fyrsta. Þetta er inn á markið. Aron þarf að slá þennan aftur fyrir. Það var svona lúmskur. Fallega bolti. Aron gerir vel að vera á tánum. Já. Þá hlöðum við stórumönnum inn enn og aftur. Hrannar aftastur. Núna fær Ívar Örn að fara fram. Já.
sem var er tippa alltaf mark, stór hætta. Og það er ekki Alexander Ívans eftir á hann, hæðamunur á þeim. Hér kemur krossar á Danna og fjær. Og þetta er Elvar Árni sem skorar, glæsilega gert. Glæsilega gert. Þannig að settum við bara stóran mann á léttan mann hjá þeim og... Já. Og pinpointuðum sendinguna á hausinn á hann. Já, frábær sending í Danna, frábær hornspyrna. spyrna. Föst og 2-0. Mark KA skoraði Elvar Árni Aðalsteinsson á Þetta var það sem við þurftum. 54. mínútu. Elvar Árni Aðalsteinsson sem var skoraður. Elli var búinn að hóta þessu. Alexander Ívar með sendinguna fram, það er Marino í baráttunni Ívar. Ívar skallar hennan í lappirnar á Frimma. Frimmi með tíma, Hallgrím vinstra megin. Og aftur tilbaka á Ívar Örn. Ívar á Davíð. Og Davíð á Guðmann. Hrannar vill fá hann út í hægra megin, Guðmann setur hann upp miðjun og Elvar, þetta er væntanlega, já, fór ekki upp í tæpur samt og það er Daniel, fyrstur átta sig. Tómas í hörkuteklingu og fyrir sendinguna hjá Danna. Nú keyrir Danna full tilbaka og Elvar og Guðni gerir mjög vel hana, nú brýtur Alma væntanlega eitthvað. Nei. Hann verður eiginlega að brjóta þetta. Já, en Guðni heldur boltanum, ennþá með boltan, Almar fellur við. En Guðni er ennþá með boltan og Elvar Árni frábær vinstra tilbaka í honum. Og Geiri nær að halda, stíga Halldór út og kroppar Halldór síðan, glæsilega gert að gera. Og nú komaði 3 í hann og Tómas rennir sér undan og vinnur boltan. Tómasi finnst ekki leiðilegt að vera í jörunni. Já, og þá voru Þórsararnir konur í sókn aftur. Það kemur kross, hann er á fjær og Aron Dagur kallar og vinnur þennan, vel gert hjá Aroni. Það fylgir mikið Aronum inn á núna. Já, alltaf mikið Aronum. Skulum bara kalla Aron Ólaf Aron Frimma. Já, og Aron Dag Lilla. Frimmi með hann á miðjunni, setur hann út á Hrannar. Þetta kom svona smá hraði í leikinn allt í einu. Það gerir mörg breytaleikjum. Það er klárlega svoleiðis. Almar og Aron Frimma á miðjunni. Og Almar aftur. Og yfir á Davíð Rúnar. Davíð upp á Ívar. Og Ívar tilbaka á Grímsa. Ívar heldur uppi. Elvar Árni biður hann inn á fjær, eða semst á hægri kantinum. Og Hrannar kemur í óvélappið. Hrannar kemur inn, já, misskilningur hana. En samt báður frá Húsavík töluðu samtökumáli. Almar gerir vel að stíga Guðn út. Og með sendinguna tilbaka á Davíð munaði ekki miklu hana. Ívar Örn. Og inn á Daniel og Daniel á Hallgrím. Og Hallgrímur kemur á ferðina, leikur sem boltan, fær Ívar Örn utan á sig. Grímsinn á miðju. Það er mikið mismatch hérna á fjær. Já. Það hefði viljað fá hann. Þannig að þetta verður aðeins hægri boltinn og Elli verið einn og sjóp. Og Almar tekur hann niður á miðjunni á Frimma. Túfa lyftir upp báðum höndum og segir mönnum að sé nóg á tíma. Ívar Örn, hann getur krossað líka og hér kemur krossinu með frá jörðinni og Bjarki sendir hennan í burtu. Og Guðni í kapphlaupinu, Almar á aftur yfir Guðni betur. Það er 2 á 2. Nú komaði 2 á 2 Guðni og Baldur báður öskufljótir, Baldvin meina ég. Og Guðmar reyndar, gerir bara mjög vel hana. Þetta var eins léleg skyndisókn og okkar var góð á hann. Já, Guðmar hefur fengið hann smá högg eða hvað, nei. Það verður boltinn á Ella, Elli með smá tíma hérna á hægri kantinum. Daniel kemur út hérna og vill fá hann. Daniel fær hann. Og svo var ég fínt, já. Og krossar hann og þetta gerir Bjarki vel að skalla í burtu. Hallgrímur í skotstöðu eða hvað, heldur á lofti fyrir framan Halldór. Halldór vill ekki selja sig, Grímsi leitar á skotinu, finnur glæsilega sendinguna á Ívar. Og Ívar með hann fyrir markið og þar er enginn, eða hvað, Daniel á Hallgrím og nú skýtur Hallgrímur og rétt framhjá. Þórsararnir eru eitthvað þreytast. Já. Þetta er að opnast allt hjá þeim og eru orðnir þyngri. Þetta var... Þeir eru að bjóða okkur heimsókn. Já, þetta var vel spilað á kámanum. Og Kristján Orri kallar eftir neista hjá hvítum. Kristján Orri handboltamaður. Örn, fyrirgefðu, Kristján Örn Sigurðsson. Davíð Rúnar skallar hann og þetta er Elvar á undan eða hvað, nei, góð vörn hjá Birki. Og Almar upp í loft og Þór eiga innkast. Hallgrímur, að missa hann á taf og Þór á innkast. Þórsararnir taka þetta innkast upp á Guðna. Guðni er svona verið manna frískastur og Þór á mínum mati.
Þór Aron, glæsilega gert hjá honum og Hrannar býður sig hægra megin, ekki kannski alveg nógu kominn hann nægilega hátt upp og Guðmann með sendingu sem Hrannar náði ekki til. Og þá er það Birkir sem kastar fram og Guðmann skallar hætt í innkast og Baldvin hélt þarna aðeins í hann og þannig að Birkir aftur með innkastið. Alexander Ívan og Ásgeir brýtur á Birki. Geiri hálfvissa en Doddi vissi sín sök, hann er hárréttur dómur. Þórsararnir hlaða á boxið, konir 6 inn í boxið það þeim. Þeir taka þetta stutt, krossinn, Aron kallar og grípur hann vel gert hjá Lilla í markinu. Og þá er það Hallgrímur. Lilli er eins og fiskikongur í ríkisjónu þarna. Og þá er það Daniel, hann er kominn hérna á sprettinn, K.A. 3-3 sendir hann inn frá Ella. Þetta er frábær sending á Daniel og Elli klárar. Glæsilegt spil á K.A.-mönnum. Frábær sending á Dana. Aftur frábær skyndisókn sem byrjar á Lilla í markinu. Já, Lilli grípur vel inn í og fær hann á Grímsa. Grímsi veit nákvæmlega hvað hann að gera við boltann. Kemur hann á Danna sem að þræðir hann á Elvar og frábær tímsetning á sendingunum. Já, og hlaupin. Virkilega vel gert. Þórsararnir settu þarna mikið power í og mikið þunga fram í þetta fasta leikatriði. Já, Elli er náttúrulega mikill kjötmaður og hann vill fá kjötkörfuna sem er í boði fyrir markakóngstitilinn. Þannig að hann ætlar að gera allt. Ætlar að gera allt. Fyrir að tryggja sér þá körfu. Já. Taka hann af Áka. Og hér kemur langur bolti fram og hann er beint í hendar á Aroni Lilla í markinu. 3-0 staðan. Elvar Árni búinn að skora tvívegis fyrir K.A. og Hallgrímur maður einu sinni. Það var að Davíð Rúnar á Ívar og Ívar á Hallgrím. Hallgrímur og Ívar aftur. Þeir eru aleinir á hægri kantinum, Hrannar og Ásgeir. Já. Fá ekki boltann. Ívar leitar að manni, finnir Davíð tilbaka. Davíð á Guðmann, K.A. með að reyna að færa boltan yfir en þó færir náttúrulega bara liðið á móti. Gekk ekki alveg nógu hratt hjá þetta á K.A. Vel gert hjá Guðmann að sjá þessa sendingu lappir Geiri, hann er sloppinn, öskufljótur og hann, Aron Birkiver. Þurfum að fá mark að gera. Já, þröngt færi þarna og Geiri reyndi að setja inn í klofið á Aroni en Aron varði vel. Aron búinn að verja nokkur sem mjög vel í leiknum. Já, Aron er búinn að vera líklega besti leikmaður Þórs í þessum leik. Já, tek þann titil að Guðna sem ég gaf honum áðan og þú sagðir hann er frískastur. Frískastur, já. Já, en Aron kannski bestur. Já, það er ekki bara fín niðurstaða. Jó, mjög fín. Og kemur hornspyrna frá Daniel, hún var mjög góð á hann, skoruðum úr síðustu hornspyrnu. Daniel lyftur upp annarri hendinni og hún kemur hér og þetta er á nær. Guðmann rétt meira sá honum með Elvar með í teiknum og Almar, þetta er ristaspyrna eða eitthvað. Tómas hendi sér Títendur Tómas, já, Tómas hendi sér fyrir þetta. Hann uppsker sennilega gott brunasár en ekki mark hins vegar. Hann er vannur í. Já. Það var að Grímsi með spyrnunni hinum megin. Doddi er eitthvað að segja mönnum til í teiknum, engar hendur segir hann. No hands. No hands. Það kemur spyrnan frá Grímsa og hún er inn í markteginu og það er Guðmann hæstur en missir á honum. Ívar Örn fær pressuna frá Marino og fær innkastið og spurningu hvort hann vil ekki taka það sjálfur. Nei, hann er auðvitað skatti. Guðmann að kvenka sér, en það kannski ekki nýtt. Álaga Guðmanni, komað fram í þessu hotn. Já, hann er ekki vanur svona hlaupum. Það er að Hrannar með innkastið á Almar og fær hann aftur í lappir. Hrannar drepar alla bolta sem kom í lappirnar á hann, vel gert og finnur Ásgeir. Geiri út á Aron, Aron getur skotið með báðum löpum og gerir það. Vel varið hjá Aroni en það er frákast. Þetta lítur að vera víti eða hvað? Nei, Þetta er víti. Þetta er víti, hann greip hann um lappirnar á Elvari þegar hann kom fram hjá honum. Hann lenti í samstöðinu hann við Geira þegar ég sagði víti í fyrra skiptið. Já, það var ekki víti. Og rautt spjald á Aron því að hann er ekki að reyna við boltann, þetta eru reglurnar. En aftur á móti eru 3 þórstakar á línunni, þannig að ég er ekki alveg, kannski. Sko, við fórum aðeins yfir reglurnar hérna þegar KF fekk þessu víti til Magna þegar Rækko fekk gult spjald fyrir svipað brot. Nema þá mat dómarinn þannig sem Valdimar Pálsson að Rækko hefði verið að reyna við boltann. Þarna er Aron klárlega ekki að reyna við boltann En aftur á móti eru margir á línunni tilbaka. Já, klárlega, hann var ekki komin einn gegn opnu marki. En aftur á móti var þetta fólkskuleg árás líka. Hann bara stökk reif, aftan á hann. En hérna, Þórsararnir, þeir eru ekkert með varamarkmann á bekknum eða nokkuð. Þeir eru ekki með varamarkmann. Guðni að fyrir marki. En Aron Birkir, þeirra besti maður, allavega hingað til. Honum vantar treyju, þannig að. Og Aron kemur hérna, Dagur Birgdursson kemur og þakkar nafnar sinni fyrir leikinn. Miklir mátar. Báðir mjög efnilegir markmenn. Elvar alltaf sjálfur á punktinu, ætlar að fullkomna þrennuna.
Spurning hvort að henda Rækó bara í marki. Ég held að Túfa sé bara hreinlega að bjóða það hérna á línunni. Það væri gott fyrir alla. Já. Nei, Guðin ætla bara í rauða treyju og í ramman. Fjölhæfur leikmaður Guðni. Já. Hann þá orðinn frískasti og besti leikmaður Þórs á vellinum. Sérstaklega hann ver víti. Já, tala ekki um það. Það einhver reikistefna á hliðarlínu hinum meginn. Túfa ræði við Kristján, ég veit ekki hvað það vilji. Hann sýnst að klappa Þóri Málar á baki líka. Já. Segja hann að zooma vel inn á þetta. Já. Guðmann. Það sé að við að taka vítið. En það er Elvar Árni sem ætlar punktir og reyna að fullkomna þrennuna. Það skorar 4-0, Elvar Árni komið þrennu. Já, Elvar klikkar afar sjaldan vítaspyrnu. Öruggur. Guðni kom engum vörðum við. Markið Þórs. Nei. Fín skutla samt. Já, fín skutla. Þórsar áður einu færi. Vekur athygli að Lárus Orri komi hérna í stúkuna hjá okkur og sótti annan flokks markmann. Labbaði með hann út úr húsi. Já, spurning hvort þeir hendur hann á skýrslu núna. Ég hef veit allavega að þeir myndi ekki mótmæla því, sko. Það myndi ekki mótmæla því, nei. Upp á bara það gæði leiksins. Aðeins að vera að reyna að sakast eitthvað við Guðna. Ég veit ekki hvað hann getur í markið. Nei, en hann er góður úti. Við viljum sjá hann meira úti. Já. Geiri í bakki á Birki. Þetta var bara svona, ef að segja, fullorðis. Já. Ekki dæmt og hérna KM vinna því að yngast og boltan. Svo situr Stubbur inn í stúkunni líka, Steinþór Rauðarsson. Hann var á æfingu áðan, undan leiknum. Já, hann getur ekki eftir að spila það saman degi. Það er ómikið álag kallinn. Já. Það væri nú gaman að fá einu þúsungir hérna. Já. Það er Guðmann, hann er boltan í öfstu línu. Leitar á manni, finnur engan, Ívar Örn biður um að vinstra megin. Ólafur Aron í lappir, missir af honum og Halldór á undan, gerir vel. Og leitar síðan bara tilbaka, Þórsarnir stilla sig af. Bjarki með í öfstu línu, setur hann aftan á Guðna. Við vitum allan að markmaðurinn er góður í löppunum. Það sem er að koma á skjánum núna, það eru 4-0 fyrir KA. 66 mínútur búnar og Elvar Árni komið þrennu. Fólk alltaf verið galið að vera að koma á skjánum núna. Já. Gjörsamlega galið. KA einum fleiri. Aron Birkir Stefánsson, markmaður Þórs fekk rautt spjald hérna rétt áðan fyrir að brjóta Elvar Árna. Það er Kristófur Páll Viðarsson sem gerir sér líklegan á bekknum núna. Já. Það er þarna fyrirmæli frá Óskari Braga sinni aftur alveg. Óskar Braga enga lungin við að gefa fyrirmæli til varmanna, jú. Já. Ég kann allan mjög vel við Óskar. Það er erfitt að ekki. Já. Þórsararnir setja hérna inn fyrir og missa af honum en setja hérna press á KA þannig að nú er tækifæri til að koma hratt á þá. Almar hægir reyndar á þessu. Og Hrannar og Guðmann í öftustu og Guðmann aftur á Aron. Aron á Dagrúnar Bjarnason. Og Dagrúnar á Ívar Örn. Þórsararnir konar aftur í stöður. Þeir eru náttúrulega einum færri. Já, við ættum að sjá meiri opnanir á kantinu núna. Já, Hrannar biður hann hægra megin. Það eru opnar svolítið hægra megin en Almar sér eitthvað hérna vinstra megin. Kemur hún minna á Grímsa en það er skallað frá að Hermanni. Persónulega finnst mér að þeim mættum skipta meira bara og fyrr yfir á hægri kantinn. Það sem þeir eru tveir hérna oft galopnir. Virðist vera svoleiðis. Skipting hjá Þór. Út af fer hægri bakvörðurinn. Já, og það er Hafsteinn Ingi Magnússon sem fyrir það inn á. Já, hérna Marino Snær Birgisson er fyrir það. Já, þetta er bara kantmann fyrir kantmann. Já. Hann er með lappir eins og bróður sinn. Og inn í hans stað leikmann nr. 20, Hafsteinn Ingi Magnússon. Magnússon er ekki búinn að áberandi. Nei, hann byrjaði miklu krafti í þetta fyrir áleik en dróði aðeins á honum. Já, það er oft mikill kraftur í honum. Já, baráttu hundur. Ólafur Aron með hann fyrir teik Þórsara, fyrir Daniel tilbaka og Daniel upp á Ívar. En sendingin á föst. Þórsara er engar stjúft á eigin vatahelmingi. KA menn detta nú ekkert langt niður, heldur setja frekar pressuna. Fyrst við erum í fjölskyldutengingu, þá náttúrulega Marino Snær bróðir Valþórs. Atla Guðrúnarssonar. Atla Guðrúnarssonar, handboltamanns með veru. Já, og frændi Bjarka Þórs Viðarssonar en Viðar og Birgir eru bræður.
Það er bara hárrétt hjá þér. Það er þetta engar stíða káamenn. Bjarki einmitt aðeins byrjar að hreyfa sig eftir fótbrot. Já, upp á Skaga rétt fyrir jól. Já, hann var í ræktinni áðan aðeins að hlaupa. Það er gott. En það er Kristofur Páll og Daniel Daniel er búinn að vera mjög góður í dag. Flottur leikur þarna. Já, átti stórsendinguna og marknúmer 3 hjá Ella og 2, hotspyrnuna á hausinn á honum og sendinguna sem inn fyrir í marki 3. Og Daniel átti einhvern þátt í vítaspyrnu Kársson sem fór í gang síðan. Búinn að vera allt í öllu. Já, búinn að vera mjög flottur. Gestlíkilega breyting á liðsins, kemur leikmaður 24, Daniel Hafsteinsson. Kristofur Páll hleypur hérna á hægri kantinn. Hann er nú yfirleitt verið að spila vinstri hjá okkur. Sendir Geira... Yfir á vinstri? Nei, ætla ekki Geira í hóluna þá. Og Grímsa yfir á vinstri? Þetta er nýtt. Og Aron með slaka sendingu, þetta les Alexander Ívan og Alexander Ívan er öskufljótur. No power greinlega eftir hana og kemur hann fram á hann Hafstein. En hann notar Ívar kraftinn, vinnur boltan og nú kemur Grímsi, hann er með plás. Og Grímsi krossaði um vinstri, þetta er hausinn á Geira en Geiri nær ekki stýr svo marki. Nei, Geiri er í lægð. Hann er markaþurrð. Markaþurrð, það er fínt að taka markaþurrinn í janúar og febrúar. Já, það er mjög fínt. Og mars kannski sleppur líka. Það er mjög fínt, en það er svona eins og hann er markaþurrð, það fellur ekkert með honum. Mér syns við bara komin í 4-2. Og Guðni með glæsilega markspyrnu. Það er Guðmann sem skattar þetta. Hárún og Elvar Árni reynir að taka niður en Tómas var góður í baráttunni þarna. Það var Hrannar, finnur Davíð, erfið sending en Davíð gerir vel að taka niður líka. Og svo Ívar. En allt galop hérna hægra meginn, Ívar sér það, kemur með hann á Hrannar. Þetta viljum við sjá meira. Já, og nú kemur Hrannar á fullum krafti væntanlega upp. Elvar og Kristófer báðir á hlaupinu, finnur Kristófer. Og Kristóf inn á Elvar. Og Elvar þarf að krossa honum strax. Rennig tekningakross. Já, Elli er bestur í þeim. Það er mjög góður í þeim. Og Kristófer, baráttuði Kristófer, Birkir stígur hann út. Og Davíð Rúnar í baráttunni við Baldvin. Og Dabbi gerir vel með að setja hann aftur á Guðmann. Guðmann talaði allan tíman við hann og vissi nákvæmlega hvað hann var. Og það var Almar. Það var bara engin vinstri kantur hjá okkur. Nei, þeir eru allir hægra megin. Og Guðmann, Almar með svolítið pláss. Þórsararnir hafa bara þéttar að þetta, þá þurfa þessu einu færi. Það var Almar. Og á Grímsi setur hann á vinstri skýtur. Nei, hætti við að skjóta. Kemur hann að hægri. Og dansar svolítið með hann. Rennur til og Þórsararnir vinna þennan eða hvað. Nei, Almar á undan. Og fyrir mig tilbaka Guðmann. KM mættilega að reyna að byggja þessu sókn upp á nýtt. Davíð. Og Hrannar út í hægra megin. Og Hrannar á Elvar. Elvar mikinn tíma, 2 í hlaupinu. Finnur Grímsa og Almar en Geiri. Nei. 2 fyrir honum. Það verður ekki ennþá reynt á Guðna í markinu. Nei, ekki nema bara í ítinu. Nei. Þannig að hann er með 1 skot á sig og 1 mark. Já. 0% markværslu. Já. En leiðilegt fyrir Guðna. Mjög leitt fyrir Guðna. Samt búin að standa sig vel í markinu. Já. Peppa sína menn upp og Já. góða markspyrnu á hann. Góður peppari. Góður peppari. Það er að Hallgrímur sem hann taka hotspyrnuna. Og okkar stærstu menn inn í eins og vanalega. Og hún kemur hér og það er Guðmann upp í loft. Og þetta er markspyrna. Guðmann alltaf svona nálægt í en samt ekki. Já. Herru, og núna, já. Það er Kristóf fyrir vinstri og bara þegar Grímsi var að taka hotspyrnuna. Mér syns þú að vera bara í 4-4-2. Geiri bara på topp með Ella. Já, það er flott. Ég spáði að Geiri skori 2 í dag. Hér er það Almar sem fyrir skallaboltan og vinnur hann, Alexander og Geiri. Geiri hefur betur og aftur hefur Geiri betur. Nú var Elvar kominn í hjálpina, það var engin Elvar til að taka við honum. Bjarki með sendinguna fram, þar er engin allan í þessu hlaupi. Og Hrannar, hann er bróður sem beitt fyrir fram að sig og Óla var hann á miðjunni, finnur Hallgrímur. Fín vörð þarna, náðu svolítið ekki boltanum, Elvar. Og finnur Almar á miðjunni, Almar þræðir inn á Hrannar. Hrannar tekur vel á mót honum, setur hann inn á vinstri löppina. Já, ég vilja sjá Hrannar bara taka með sig þarna. Já, það kannski gerði vel það sem hann gerði, það var kannski vitlaus ákvörðun. Já. Hrannar finnur Elvar. Og Elvar tók hann harðast ákvörðun. Já. Ó, Guðni vandræði. Þetta er vel gengið. Það tók sér smá tíma í þetta. Greið vel inn í samt. Já. Guðni með langa markspyrnu. Já, sé bara nokkuð góð. Já, Davíð hins vegar nær honum niður, dreipur hann fyrir mig.
út á Hrannar. Hrannar búinn að hlaupa mikið í dag. Hrannar á Grímsa, segir að fara. Grímsa hættir við, finnur Hrannar aftur. Skiptir honum yfir. En skiptingin ekki nægilega góð eða nákvæm. Nei, en þetta er samt það sem við viljum sjá. En Já, færa boltanum milli kanta. Já, en við viljum svolítið heppnast að sjálfsögðu. Þetta var eitthvað högg, sá ekki hvor. Það heyrist að það hafi verið Þórsara sem fengu á sig höggið. Það heyrist höggið hingað. Já, þeir allan að kvarta yfir einhverju. Og það er langum fram að Geira. Geiri náttúrulega nýtir sinn hraða. Skiptir ekki máli hvort það sé fyrsta mínútu eða 80. Hann hleypur. Geiri fyrir markið en mistök í vörðunni á Þór en fyrir mig brotlegur. 74 mínútur á klukkunni. Það er ekki öfundsvert að koma inn í hálfleik og þurfa að glíma við Ásgeir leið. Þannig að hann er þreyttur núna, Birkir. Þetta heitir gult spjald. Geiri brotlegur þarna, fór í Halldór og fær spjald fyrir. En það var markmaðurinn. Já, hann er kominn í búning. Já, hann er kominn í einhvers konar búning. Þetta er hann... Þetta er ekki körfuboltastupphússtæði Þór? Þetta er körfuboltastupphússtæði Þór. Hann er bara farið inn í búningageymslu og... tekið þessum hendi var næst. Hann heitir Steinar. Já. Hávaxinn. Hávaxinn, stór og mikill. Þeir fá valla að henda honum inn á bara, þeir þurfa að gera skiptingu. Já. Spurning hvort þeir tækir Guðjón út af. Guðjón er væntanlega búinn að ná púlsinu niður og... eða hvort það fær ykkur annar út af. Þetta er fín leið til að... Mér sýnist Baldvin standa líka þarna við Krissa. Já, ætli Baldvin sé ekki frá það. Guðjón farið bara úr markmannstreyjunni. Já. Guðjón ætlar ekkert út af. Það er Guðjón sjá. Hann heitir þetta Sævar Jónasson. Já. Hann er klár í slaginn. Þóroddur ætlar hann sé að koma að heilsa okkur eða? Ég var að fá þér upplýsingar núna beint ég að hann er kallað Kölski Junior. Hljóma vel. Kölski sínir náttúrulega er Sævar Eysteinsson, fyrrverandi markmaður Þórs. Já. Málari. Betri fagmaður. Mikill fagmaður. Betri fagmaður. Já. Það er ekki leiðum að líkjast. Nei. Á Sævari. Sævar Eysteins var hins vegar ekki kallaður Kölski Junior á KM-unum. Nei. Hvað var hann kallað það? Hann náttúrulega Kölski inn í Sannli. Já, hann var kallaður Kókóbuskallinn á KM-unum. Kókóbusfuglinn. Kókóbusfuglinn á KM-unum. Hann var líka kallað það Þór. En ekki svo hann heyri. Nei. En... það var fyrsta touchið í honum. Sævari. Kemur hún beint á Alexander. Og Alexander áfram með hann, reynir að finna Guðna. Guðn er náttúrulega eins frískur að verða eftir þessa pásu í markinu og Guðmann býður okkur bara enn eitt stoppi í leiknum með að festa boltar upp í netið en Raggi Hauks er vandanum vaksin og gríp bara næsta bolta. Já, varaboltinn er samt hérna uppi í okkur. Já. Dotti segir ekkert þessu. Nei, Dotti ætlar að ná 10 fréttum held ég. Insi Ben var klár með varaboltan. Já. Það eru 77 mínútur á klukkunni og við fáum væntanlega einhverjar 4 og 5 í uppbót eða ég veit ekki hvað Dotti bætti við þetta. Og það var það Tómas. Tómas búinn að vera góður í dag. Ekkert geta gert svo sem við þessum mörkum. Nei, Þannig. hann er held ég búinn að bjarga tveim þreim með flottum inngripum. Hallgrímur með hann óvinn aftarlega á vellinum. Þetta verður hún út á Hrannar. Hrannar Björn á Aron. Aron á Hrannar aftur. Nú er Guðni komin í fremstu vílinu Þór, hann er ekkert minna snöggur en Baldvin. Nei. Og Leiknir er með boltan. Já, Ívar og Hallgrímur í samspili þarna. Hallgrímur kemur hann á miðju og finnur síðan, reynir að finna Kristófer en þetta leist Birkir vel. Kristófer elti tilbaka, reynir að vinna boltan tilbaka. Birkir gerir vel, finnur Tómas tilbaka og Birkir aftur. Og nú kemur Kristó og þeir þurfa að losa fram á Guðna sem tekur vel á móti honum en það er Guðmann mættur í bakið á honum. Og Hrannar fær hann á tæklingu en stendur hann af sér.
Almar. Og inn á, Elli reynir inn á Almar, en Tómas gerir hérna sjálfsíð mistök. En það sakaði ekki, Halldór með hann. Og Birkir, og síðan Hrannar með Guðna í bakkinu og Hrannar heldur bara áfram. Hrannar er sloppinn hann í gegn. Tómas mætir, Hrannar heldur bara áfram og nú er Geir inn í, en þetta gerir Bjarki vel. Skallar hann í burtu og Birkir síðan aftur upp. Nú kemur Sævar út hérna en Kristófer Páll, hann fór upp í. Hefði áhyggjur þessum árekstri hjá Sævar og Kristófer. Já, en Sævar sá hann fór upp í og stoppaði sem betur fyrr. Við þurfum að fá eitthvað frá Ásgeir, einnig frá Kristófer. Það væri fínt að fá námsmaður frá Víking og Reykjavík. Hér er Kristó. Það er gaman að sjá eitthvað frá honum. Og fær aukaspyrnu og Þórsar er óánægður með þetta. Taka stutt á Almar. Almar Geiri býður sér hlaupið, þetta er vel séð Alexander en Frimmi á undan og Frimmi inn á Geira. Geiri baráttunni við Birki og Birki setur þennan aftur fyrir og þetta er hornspyrna. Það er hvað? Nei, innkast. Fannst Viðar Valdimarsson, aðstoðardómari 2, veifa hornspyrnu en innkast var það heillinn. Og þá var það Hrannar á Elvar sterkur. Með Birki í bakkinu, Kristófer úti. Og hann finnur Kristófer lappir, Kristófer sér ekki Hrannar, heldur kemur krossinn. Og hann er í aftasta varnarmann Þórs og aftur fyrir og það er hornspyrna. Maður spyr sig, að Sævar var lausu hérna, af hverju hann hafði ekki verið bara í hóp. Já. Hann var ekki með fullan bekk held ég. Eða hvort það sé líka reglur átján manna skýrslu, hvort það megi ekki vera með fleiri. Nú ertu farin að reyfa mál Pétur sem að... Skulum þá bara hægt að tala um það. Ekki við hálfspyrnan, hún er stutt, Frimmi, en kemur sér ekki á markið, þetta er Frimmi elskar þessa stöðu samt. Hún var þetta svipað löng og allar hinnar en hún var með jörðinni. Já. Og Frimmi á bara hreinlega að gera betur hana. Já, þetta er hans hann geti gert betur. Já, nú er það Bjarki sem fann að spyrna frá markinu. Enda Sævar lítið hitta upp. Já, viljum ekki slíta neitt. Bjarki með langan upp miðjuna og það er bara átt Ívar Örn hefur betur. Dæmt ítir í bakk hjá hann, þetta er hárrétt hjá Dodda. Það er skipting að káa, síðasta skiptingin. Það er Dangandýr, ekki núna. Það er Áki Sölvason. Spurning hvort hann. Áki Sölvason, hann fær hann ekki núna, þá til það er fast leikadari. Eigum við að segja Elvar Árni Sjávarútaf? Já, mjög líklegt. Hrannar og Ásgeir fær tæklinguna, stendur hann af sér, Birki gerir vel og lokar sendinguna hana. Elvar er yfirleitt ekki ánægður með Hrúta og ég trúi að hann sé ekki ánægður núna því að hann sér kjötköruna í hillíkum. Já, það er Elvar Árni. Og núna er hann að hugsa um kjötköruna. Helvítis kjötköruna. Já, hann er... Það er Áki Sölvason sem er að koma inn á, Virgáfa. 49, Áki Sölvason. Í gestana áttan kemur leikmaður nr. 9, Elvar Árni Aðalsteinsson og inn í hans stað leikmaður nr. 49, Áki Sölvason. Ég held að það sé Elvar sem mest byrjar við því að Áki sé að koma inn á líka átt, því að hann alltaf er í keppni við hann blessuðu kjötköruna. Ég vonir þessi kjötkára verði ekki einhvern nýfur í gúnni hérna fram eftir vetri. Nei, ég reyni örugglega að vera sátt sem mér hérna og sé til þess að Áki gefa honum eitthvað úr körfunni. Einhver skinkubréf og eitthvað. Ég var enda búinn að fá vilja því fyrir að fá eitthvað. Salami? Já. Eða chorizo. Já, chorizo. En aftur á leiknum þá er það Almar sem er boltan hérna, finnur Kristófer í lappir. Kristófer með smá tíma, horfir upp. Sér skiptingun yfir á Ívar, hún er löng. Spurning hvort Ívar náði þessu. Já, hann er þessu, hausinn á honum. Fyrir þetta vel. Það er Hallgrímur, Ívar kemur í ólappið. Og Hallgrímur finnur Dodda Hjaltalín lappir. Ekki kannski eitthvað sem menn vildu. Það var frekar léleg móttækja Dodda. Já, Dodda hefur örugglega tekið betur á mótum. Með mína sem er að fengja fótboltavellinum. Alltaf mann til meira. Það var kapplaup. Davíð Rúnar hefur betur og finnur Aron Dag í lappir. Aron Dagur tekur touch. Aron Dagur hefur bara ekkert sést núna síðustu, hvað, hálftíman, 20 mínútur? Já, eitthvað svoleiðis. Það hefur lítið, hann kom og tók í hendina á nafna sínu þegar hann fór út af hérna. En það sást ekki mynd. Nei. Hann kom að 2 mörkum og svo hefur bara lítið gæst hjá honum. Já. Hérna Sævar. Kristó reyndi að taka við honum hann á hausinn, hann fastur bolti. Það er sent aftur í öftustu línu, Áki pressar, Bjarki með langan fram. Það er Ívar, klár og Frimmi
vel gert hjá Frimma hana, náðu honum aftur. Og Kristó með Geira í hlaupinu með sér. Já, finnum Geiri í hlaupinu, Geiri fær 2 í sig. Geiri sér Kristó aftur. Og Almar nær næsta bolta. Og Almar, og Geiri býður sig, Almar sér hann ekki. Og missir hann langt frá sér og markspyrna frá marki Þórs. Bjarki ætlar að spila með marki Þórs. 85 mínútur tæpar á klukkunni. Hrannar, taka inn kast. Tekur Almar, fær hann aftur. Svo Davíð. Og Davíð á Ívar Örn. Ívar Örn neðan. Hrannar kemur upp hægra megin, nóg pláss á hægri kantinu fyrir Hrannar. Birkir lesa sendingu vel og innkassar K.A. Hallgrímur fær hann í lappir og Almar aftur. Almar á Davíð. Davíð rennir hann upp á Áka. Áki setur hann út til Davíð aftur og Davíð var Ívar. Færum við boltan ágætlega hérna. Ólafur Aron með ekki alveg nógu góða móttöku en vinnur tilbaka á dugnaðinum. Fær boltan Kristófer. Meðan á vinstri kanti, Kristófer kemur inn, sker hann á markið, við gerum vel, kemur fyrir markið og þetta er... Hörðu, þetta er stórbrotið markvarsla. Frábær markvarsla hjá Sævari. Og hver annar en Áki Sölvason mættur þarna beint fyrir markið? Ég er orðlaus. Já, virkilega vel varið. Fyrsta lagi átti Áki klúðra ekki svona færum og í öðru lagi þessi markvarsla. Já, bara stórbrotinn. Hérna náði að verja hann út til hliðar og engin K.A. til að taka frákast þannig að K.A. með eiga hotspinnu. Ég hef aldrei séð mann svona hljóta niður. Mjög snöggur. Það er Hallgrímur og Almar frían skalla en næri ekki að stýra honum að markinu. Það er ekki oft sem Almar er með þeim stærst í teiknum en það gerist til því núna. Ja, enda sáum við það, það skilaði sér í skalla rétt fram fyrir þetta. Það var svona kominn svona doði við leikinn, 4-0 staðan og ekki nema 3,5 eftir pluss uppbótartími. Bjarki. Kristófer vinnur þennan, skallar hann beint í Hermann. Og Almar yfir á Hrannar. Hrannar á bróður sinn og þeir eru 2 gegn 2 hérna. Grímsi með krossina fjær, það er Kristófer. Gerir vel, skallar hann fyrir markið. En Þórs var að komast í þetta og bæja hættunum frá. Ágætis tilraun hérna hjá Þór en þeir eru bara að sækja á fáum mönnum. Já, það er allt bit farið úr leik þeirra. Já. Þetta var hendi sýndist mér en innkastið Halldór fyrirliðið Þórs, eða hann er ekki fyrirliðið, Tómas er fyrirliðið en Halldór búinn að vera svona leiðtoginn á miðjunni, hann var ekki ánægður að fá ekki hendina þarna. Nei, ég sá þetta ekki nóg vel. Þetta er svona oft eins og með börnin sín sko, maður er að velja sér stríði með dómarana. Þetta hefði ekki skipt máli hvort það var innkast eða aukaspyrna þarna á miðjum velli. Það er rétt skal vera rétt. Rétt skal vera rétt, það er eitthvað annar flötur á þessu betur mín. Það er Almar í öftustu. Almar er búinn að vera mjög duglegur í dag. Hann er búinn að hlaupa fyrir allan peninginn. Og Guðmann út á Hrannar. Þannig að þarf Almar aðeins að svitna. Já. Og Hrannar sér Frimma. Og vel gert og nú er Áki í kapphlaupi við Tómas. Ætli Tómas rennir sér? Já, Tómas rennir sér og heldur glæsileg tækling hjá honum. Áki brýtur eða hvað, nei. Og Hrannar kominn í pressuna og við þetta innkast. Já, K.A. þetta innkast, þetta er hárrétt. Og Hrannar á bróður sinn. Grímsi mann í bakkinu, Guðinn í bakkinu. Og vel gert hjá Grímsa en Bjarki setur þennan aftur fyrir. Ekki farinn. Þetta tók Doddi aftur valdið að línumörnum sem var alveg... Það ekki? Jú. Var hann ekki að veifa? Hann flaggaði ekki sko. Gaf merkjum með áfram? Sýndist það. Já, sýndist það líka. Ég held að sá ekki flaggi hvort að hann hefði bent í að hóttvarunum. En hér er Grímsi, slök hotspyrna, Guðmann í baráttinu. Hérna mæta Stálinn þinn maður.
Ekkert. Nei, Doddi leifir þetta bara. Þessu. Það hefur þetta dæmi báða. Það hefur þetta dæmi báða þarna. En eins og áðan, einhverja leik á dæmdi það bara ekki neitt. Já, Guðmann og Tómas hérna í Það hefði Doddi kannski getað stoppað leikinn og róa með hann aðeins niður. Þórsarnir byrja að ýta sínum eigin leikmönnum. Já. Og það eru fleiri stimpingar. Já. Nú mætti Doddi held ég bara Já, Doddi þarf eiginlega bara að stoppa þetta sko. Já. Aðstæðudómaður 2 hefði átt að sjá allt þetta sem var að gerast þetta, en það er ekkert gert í þessu. Nei. Svo getur play on regla. Já. Það er reglunar hjá okkur í körfubolta á miðvikudögum í hádeginu. Og stimpingarnir halda áfram. Já, það sem Sævar Pétursson er eini sem stoppar til að biðja villur þegar hann klikkar skoti. Það var Almar og skallinn inn fyrir Áki í spretthlaupið þarna. Tómas skallar hann aftur á Sævar. Sævar með markfinnufórundar sýnir fyrir út úr teiknum en það er play on reglan áfram. Já. En það segir, það er eitthvað, Doddi þarf að ná 10 fyrir Það hlýtur að vera. Það er sleið Doddi. Og hér er það Davírunar. Kemur ekki ofta að hann sé í 10 fyrir eitthvað sem hann þarf að sjá. En fyrir áhugasamar sem er að hlusta og horfa á okkur þá Þóroddur með dómararskip í K á morgun. Klukkan rétt kortir í 5 og ef það er gott að læra einhverju þá er það Dodda og ég hvet allir til að mæta. Já. Hér er það að vera með dómararéttindi. Já, það skemmir ekki allavega, þetta er eins og að vera með liftarapróf. Já. Nema hvað þú getur þá tjáð þig meira það sem er að gerast á vellinum og rakka niður dómarann ef þú kannt reglurnar. Þannig virkar þetta. Já. Við förum ekki og líka getur hann hjálpað við dómgæslu upp á KSV eða ekki? Já, við förum ekki að biðja lögfræðiálit hjá hérna Kokki. Nei, nákvæmlega. Hér er Kristófer Páll með hótspyrnuna, það er nóg að bullinu í okkur og hér er Rána nær og það er Sævar sem grípur inn í þetta. Sævar verið frábær eftir að koma inn á. Hann er að koma bara sterkur til greinina sem besti maður Þórs. Já. Langur bolti fram, góður bolti, Guðni í baráttunni, Hrannar horfir vel en þarna mætti Grímsvík boltann á samskiptaleysi. Hrannar. Og sérna er fámenninn í teig. Já, og Guðmann hérna fyrir utan teginn skallar hann frá. Þetta er Birkir. Finnur hann aftur hérna vinstra megin. 91 og 40 komin á klukkuna, þetta veit ekki alveg nákvæmlega hvað Doddi bætti við. Alls ekki klassísku 3 ár. 3 ár. Fáum hérna bendingur á okkar besta vitavald hérna á línunni 3 mínútur fram við, þannig að það er slétt mínúta eftir. Það er Guðni, en Frimmi vinnur boltann á honum og Frimmi inn á Geira en Tommi rennir sér. Og ekki dæmt, enda kannski boltinn. Og það kemur sendingin inn á Áka. Og Áki rennur. Og kemur tækling hana. Enn fullorðins. Mist hann okkur flautan eitthvað aðan hérna? Það hefði ekki verið flauta einu svona lengi. Það getur verið. En þú ert að komast inn á Lengjubikarinn áðan. Já. Og hérna það ekki eru rétt sem er að Steinþór og Ásgeir eru ólöglegir í fyrsta leik. Jú, það er ekki botnað gluggan. Það er ekki botnað gluggan fyrir félagskipti erlendis. Já. En við fáum undanþágu fyrir eins og Guðmann því hann er innlend félagskipti. Já. En Geir er að koma frá Stabæk, hann var náttúrulega bara lánin síðan sumar og Steinþór frá Sandnes. Úlf. Já, það ekki. Almar vinnur boltar hérna af Alexander Klaufalds. Alexander er búinn að spila vel í dag og Geiri er rangstæður. Ópinn Geiri. Ætli þetta hafi ekki verið það síðasta sem gerist í þessum leik? Jó. Og fengum staðfestingu því að Doddi týndi ekki flautunni. Já. Þegar maður hafði fundið hann allt í hann. En núna finnst mér að megi bara flauta núna. Já, hann er að flauta. Það er leiðileg regla með að... Það þurfa að flauta hérna leik? Já. Þetta er meiðslahætta á annað. Já. Það getur tóknað fyrir læri að taka markspyrnuna. Já, eða bara eitthvað árekstur í skallanum. Já. En lokatölur 4-0 fyrir Káa. Káa tillir sér þar að lenda í toppinn á riðlinum. Við fáum ekki 100% staðfestingu á... Það er einhverja stimpingarna milli frændana Ormarssonar og Aron Kristófers. Þeir eru eitthvað að tala hérna næsta ættamót. Já,
Það er margt að ræða. Það er margt að ræða. En Leiknir eins og við sögum áðan spila við Þór 2 á laugardaginn og þá fáum við úr því skorið hvort það verði Káa verði fyrst sæti eða öðru sæti í riðlinum. Leiknir minnir mig síðan við höfum 13 mörk, 12 mörk á þá og núna þá 4 pluss þannig að þeir eru að vinna með 16 mörkum. Já, ef við ekki bara segja það að næsta leikur Káamanna er Úrslitaleikur. 3. febrúar Gegn Þór í úrslitum. kl. 20. Já. Sýndur beint á KT. Að sjálfsögðu. Já. Þakka fyrir í kvöld. Þú skalt nú vala að ég lofa útsendingum, en ég skal lofa þessu. Sigurður Sigurðsson, Pétur Heiðar, takk fyrir í kvöld. Takk fyrir.